fylgjast með kennslustund í öðrum bekk. Markmið kennslustundarinnar að efla frumkvæði, sjálfstæði og samskiptahæfni nemenda. Þannig að krakkar, þið hafið, þið haldið að allt sé í hafinu. Hvað vitið þið haf? Einhver? Salóme? Það eru fiskar í því. Já, það eru fiskar í hafi, það hárrétt. Silvía? Bátar. Já, hvað eru bátarnir að gera á hafinu? Veiða fiskinn. Já, af hverju veiða bátarnir fiskinn? Til að við getum borðað. Hárrétt. Einhver, hvað eru stærstu dýrin sem að lifa í hafinu? Salóme? Kolkrabbi. Nei, kolkrabbar eru ekki stærstu dýrin. Almar? Svona kolkrabba hákarl. Nei, ekki alveg. Já, hvalur. Það er hárrétt. Hvalir geta verið stórir. Almar? Alveg eins og bíll. Já, þeir geta verið alveg eins og bíll, en þeir geta verið eiginlega minni stærri heldur en bíll. Jafnvel á strætó. Já, þeir geta meira segja, sumir, verið lengri en strætó. Já, ég sýni ykkur, ég með málband hérna. Og eins og einn hvalur sem heitir langreiður, hann getur orðið alveg 22 til 23 metrar lengd. Hér á málbandinu 1 meter, þannig að hann getur verið 23 sinnum lengri því að mæla það nákvæmlega. Nota svona. Já, en getum við mælt það hérna inni? Já, bara gólfinu. Eigum að pröfa það? Haltu að við náum að mæla hérna inn á gólfinu? Já, þá skulle einhverju koma og hjálpa mér. Eða, við heldum hér og Salóme fer og dregur út málbandið hérna meginn. Og Alma, stoppaði málbandið, sjáðu þið. Þetta málband það stendur 500 hérna. 500 centimetrar. Vitið þið hvað 500 centimetrar eru margir metrar? Það er jafn langt og hvalur. Nei, 500 centimetrar eru 5 metrar og hvalurinn væri 22 til 23 metrar. Þannig að skulum bara setja hérna niður og hættu hér og þið haldið áfram. Svo ég líka hann. Og sjáðu þið, hvalur bara mikið lengri heldur skólastofan. Hvernig getum við þá mælt það? Já, hvernig getum við þá mælt hvalinn? Eru einhverjar tillögur? Hvernig við eigum að mæla hvalinn? Fara út á sjó. Nei, við þurfum ekki að fara út á sjó til þess að mæla hval. Hvað hvalinn? Við getum farið út á fótboltavöll. Nei, en þá getum við farið með málbandi og mælt hvað hvalur er langur. En við gætum kannski rektur okkur eitthvað annað í hug, af því að Silvía sagði að það væri einhvern hval út á fótboltavölli. Hvernig getum við búið til hval út á fótboltavölli eða einhvers staðar úti? Já, Silvía? Við getum teiknað hann. Já, getum gert það. Það er ekki nóg stórt. Við bara notum það. Við setjum öll blöð saman. En getum við notað eitthvað annað en blöð? Gangstéttina. Já, við getum notað gangstéttina. Hvernig maður teikna hann á gangstéttina? Já, Salóme? Með því. Já, getum því. Og til þess að vera alveg viss hvað hann er stór, hvað getum við þá gert? Hvað getum við fundið upplýsingar hvað hvalurinn er stór? Almar? Veit það ekki. Nei? Tölveri. Já, við getum fundið það í tölvunni. Silvía? Á Google. Já, við getum fundið það í Google. En gætum við ekki fundið það einhvers staðar annars staðar líka, heldur við í tölvunni? Fjólu? Hvalabók. Já, við getum bara líka að fara á bókasafni og fundið okkur bætt. Já, þetta er hárrétt hjá Salóme. Þeir eru uppsjónum hvalirnir og við ætlum að finna langreiðin, þannig að þú smellir á hann og svo Sirius fer í skoða myndir, hárrétt hjá þér. Ít á skoða myndir, þá getur þú séð hvernig hann lítur út. Getur svo flett. Þannig, ef þið eru að teikna myndir núna, þekkið einhverjar sögur þar sem að kemur hvalur. Er hvalur í sögunni? Silvía? Sko ég var í kirkjunni Já. og það sögðu Jónas sem var inn í maðurinn. Já, það er hárrétt. Það er til saga Jónas í hvalinu. Við eigum ekki að drífa okkur út og teikna hval. Já.
Þarna sáum við kennara beita ýmsum kennsluaðferðum eins og útlistunarkennslu, umræðu og spurnaraðferðum. Í kjölfarið fóru nemendur að leita sér upplýsinga bæði í tölvum og bókum. Við skulum nú fara út og fylgjast með. Þá voru Salome og Silvía og Almar að mæla. Þannig að núna ætla Ása, Snædís og Fjóla að mæla. Þannig að hér er þetta. Og hvað er þetta litli sem þið viljið og svona? Að setja strik hérna. Settu strik, já, við endum á orðbundinu. Svona. Eða svona. Já. Svona. Já, stelpur, ekkert svona rifrildi. Við höfum bara gaman að þessu. En ekki. Hvert er að fara svo? Nei, það fara bara kjöpt. Bara beint á. Ég hef aldrei gert þetta á. Þetta er lengra. Munið hvað málböndi var langt. Hvalurinn er 23 metrar. Nú er þið búin að mæla 5 metra. 5 Já, pluss 10 5 metrar er svolítið ráðari. Hvað er það að hafa langan? Það er hálf. Það er bara merkið hér hérna. Svona. Og þið eru búin að vera lítur út. Þannig að núna, þá takið þið ykkur bara krítar og teiknið langreiðin. Hausinn þarna megin, já. Þá hafið hausinn hérna megin og svo teiknið þetta eins og þið sáuð á hann í tölvinu og bókunum. Á hann að vera með augu. Þið verður að ákveða þetta sjálf. Hvernig var langreiðin í tölvunni og í bókunum? Má ég teikna sporðin? Var hann með augu? Ég ætla að teikna sporðin. Hvað er það að gera? Hann var ekki svona feitur. Það var ógeðslega feitur. Hann var ekki svona feitur. Það var svona feitur. Það var svona hola. Já, Í hausnum á þér. öndunaropið. Hvað er öndunaropið? Svona hola í hausnum. Já, öndunaropið. Hvað sáuð þið á hérna í tölvunni? Já, svona í Vantar eitthvað á hann? hliðina. Já, var það ekki? Það var ekki einhvers staðar hér. Bæksli. Bægsli, hálfrétt. Þetta heitir ekki uggi, þetta heitir bægsli. Já, mér finnst það ógeðslega flottur hjá. Ég veist þetta Jónas í maður á honum. Já, hvað finnst ykkur? Þetta er ykkar hvalur. Ég sagði ykkur á hann að þið megið ráða hvernig þið hafið hvalinn. Einu sinni var Jónas í maðurum á hvalum. Þið megið alveg teikna. Þetta er ykkar hvalur og þið ráðið. Hvað er það að hafa hann? Í maganum! Þetta er maginn. Þetta er maginn, já, ok. Er hann í... Maginn er ekki þarna. Alma sagði það. Almar? Já. En ef þið horfið á hvalinn, ef þið horfið á allan hvalinn, þið sjáu hvað hvalurinn er stór, er maginn á honum þá þarna? Þetta er hálsinn á honum. Já, er það ekki meira svoleiðis? Þetta Jónas svona eins og er fastur í hálsinum Þetta er á svona honum. eins og það sem að hálsinn væri á okkur. Þetta er bara svona alveg við. Hann er kannski nýbúinn að borða. Sáðu hvernig kennarinn beitti ýmsu aðferðum með þemakennslu til að efla færni nemenda á ýmsum sviðum, svo sem sköpun og hópvinnubrögð. Með svona kennsluaðferðum er hægt að finna verkefni sem henta öllum.